Næsti viðmælandi okkar í föstudagsþætti N4 Aðalsteinn Bergdal, leikari, vertu velkominn. Þakka þér fyrir. Aðalsteinn, þú stendur frammi fyrir því, getum við sagt, að þú verður einn heima í fyrsta skipti á ævinni á jólunum. Já, svo ég viti til ég fyrsta sinn einn, sko. Já, ég verð það núna. Það eru svona aðstæðurnar að bjóða upp á það og ég eiginlega dálítið feginn, skal ég segja þér. Því að það svo margt, ég hef haft það mikið að gera núna síðasta árið og rúmlega það kannski, að ég hef svona einhvern veginn ekki gefið mér minn tíma sem ég hef þurft til þess að afgreiða svona ýmissa hluti. Til dæmis kremgerðin, hún algjörlega leið í botninu bara, sko. Já. Þannig að ég sé fram á yndisleg jól hjá mér. Og nú meina ég það, sko, yndisleg jól. Engin að sko, arguvast út í neitt þó ég eyði tíma í eitthvað sem að tilheyrir öðru heldur en endilega jólum, sko. Eigum við að tala matinn á aðfangadagskvöld? Já, ég náttúrulega dúlla við mig í mat. Það skal ég gera alveg svo sannarlega, sko. Við ætla að hafa langvíu. Þú ætla að hafa langvíu? Já, ég hef, sko, ég borðaði allt. Svartfugl? Hann er stóri svartfuglinn, sko. Ég borðaði alltaf rjúpu alveg þangað til ég flutt út í Hrísey. Þá var þetta færð að svona vafla bara við lappirnar á manni og þá einhvern veginn voru þetta orðnir vinir, sko. Og þá var ekki hægt að hafa þetta á diskinu lengur. Þannig að ég fór svona að færa mig í eitt og annað og fugla hef ég svolítið haldið mig við. Og svo heppinn að hálf Grímsey nú skyld fólk mitt, sko. Þannig að ég fæ gjarnan fugla að senda þaðan, sko. Og langvíu, ég fekk senda svartfugl, lunda á hvort það eitt skarfur, svei mér þá. Þeir eru taldir bestir af sjófuglunum, sko. Hvernig ætlarðu að elda langvíuna? Sko, ég nú gjarnan voðalega mikið svona tilraunamaður í eldsi, gamall, ég myndi líklega flokkast til að vera eldhús M. En ég ætla að prófa núna að nota mér verulega hvannar kryddið sem við framleiðum í Hrísey náttúrulega. Og ég ætla að leyfa henni að liggja, ég ætla að grafa þetta eiginlega svolítið í hvönn, sjá hvernig hún kemur út í því og svo kannski náttúrulega nota í pínu salt, en ég ekki viss sem ég noti mikið meir. En skerðu þá bringurnar sér eða? Já, þá ætla ég að taka bringurnar úr og bringurnar sem sagt í langvíunni, langvíja, þær eru örlítið lengri, þær eru örlítið stærri því að bringurnar ganga eins upp í hálsinn á langvíjunni. Þannig að þetta eru býsna matarmiklar bringur og síðan náttúrulega bara til að geta sogið í beinin og allt það, þá náttúrulega fer það í pott sem eftir verður en bringurnar fara í svona létta stekingu, sko. Sósan? Sósan, já, ég vona að komi nú eitthvað soð af beinunum og því öllu saman, en ég geti nú búið til verulega góða svona sjávar lyktar bragð sósu, eitthvað. Malt og appelsín? Malt og appelsín hefur nú verið og var nú á síðustu jólum hjá mér. En ég hugsa að ég sko leyfi mér af því að nú engin börn og ekki neitt í kringum mig, sko, leyfi mér bara rauðvínsglas með langvíinu núna. Ég bara heyrði á því, það tilhlökkun, sko. Já, það það. Virkilega, nei, eins og ég segi, sko, ég finn ekki, ég náttúrulega voðalega skrítinn, sko. Ég finn ekki til þessara tilfinningar sem að margir tala kannski finna þær en ekkert, bara fyrir að allir tala það, þá verður þeir að tala það líka. Að þetta sé eitthvað einmannalegt og eitthvað svoleiðis, að fyrir þessi tími, býtur þetta eitthvað öðruvísi tími, heldur bara hvernig helgi? Ég held ekki. Nei. Hvað með að opna jólagjafir? Já, það náttúrulega, ég ætla að gefa mig Þú færð jólagjafir? Já, ég fæ, sko, sem betur fyrir hefur þeim fækkað. Því að maður náttúrulega komin á þennan aldur og maður á allt og þarf ekki neitt, sko. Bara vera ánægður með það sem maður hefur. En ég fékk, skal ég segja, sendan pakka frá gestum sem komu í Norðurslóð í sumar. Það voru mæðgur. Þetta á safni þar sem að þú starfar? Já, á Norðurslóð. Það var sem sagt mæðgur frá Írlandi og ég gerði þeim þann greiða að keyra þær inn í jólahús og var nú ekki mikið mál. En þær sendu mér síðan jólapakka og hann ekkert smár.
Og inn í þessum, þetta sem sagt taska, jólataska, gríðarlega falleg, málaðar myndir bæði utan og innan á töskuna og inn í töskunni eru hvorki fleirinni færri en 13 pakkar. Sem að bíða þess að verða opnaðir. Já. Og þetta verður svona svolítið öðru sín, já, ég verð nú að segja það. En mikið konur að fara að eyða öllum þessum, já, ég trúi að hafi eitt talsveit miklu fé í þetta. Voru þetta sem sagt bara gestir sem að komu inn á safnið, þú þekktir ekki neitt, Nei. þú bauðst þá til að skuttla þeim inn í Eyjafjarðarsveit og þetta sem er greiðslan, þakklætið. Já, ég sem sagt leitaði fyrst í gegnum safnið náttúrulega, sagði þeim söguna þarna sem fylgir þessum 11 sýningum sem eru þarna inn í hjá okkur. Og síðan, já, bjargaði þeim inn í jólahús og þetta er afraksturinn. Og pakkarnir þeir bara, núna liggja bara og bíða þess að verða opnaðir. Bíða í töskunni bara. Já, ég taldi þá. Því mér fannst þetta svo ofboðslegt eitthvað, þetta var svo mikið og bara hvað eru konurnar að gera. Þannig að ég svona lyfti og þegar ég var búinn að lyfta nóg til að geta talið allt á 13 pakkar, sko. Ég vonandi að sé ekki neinn ólukka í þessu, sko. Ertu svo ertu að þukla á þeim og svona giska á hvað gæti verið? Ég fann reyndar út úr einum að það eru líklega servéttur, alls ekki jólaservéttur. Þannig að jú, og annað er líklega svona, eitt gætu verið svona litlir glasa eitthvað. En þetta kemur bara í ljós á aðfangadagskvöld bara? Akkurat á aðfangadag, sko. Aðeins aftur að matnum Ástirni, ætlarðu að vera með einhvern desert eftir rétt? Það þykir mér nú fremur ólíklegt, en ég gæti alveg fengið mér ís. Já. Og það náttúrulega verður hann valinn eitthvað svona kannski frá Holtseli eða einhvers staðar svona. En svo náttúrulega verður það dúlla með sósum. Og væntanlega mun ég hita banana með. Mér finnst það mjög gott að setja með ís. Það er búin að svona steikja svolítið banana. Það er mjög gott. Með karamellu og súkkulaðisósu hvort tveggja, sko. Klæðirðu þið upp? Já, sko, ég hef nú gjarnan farið í svona ljósæri skyrtu, sko. En buxur bara eins og svona er mjög þægilegt en ég hef nú farið í skáruföt. En ég gæti alveg séð með þessi jól bara í svona þægilegum gallabuxum og hvítri frá hneftri skyrtu, sko. En þú byrð út í Hrísey. Er jólalegt að litast þar? Já, sumir eru búin að skreyta alveg svoleiðis hægri, vinstri, út og suður að maður fær alltaf því óbyrtu bara þegar maður gengur Sólvallagötuna á leiðinni heim, sko. Þetta er bara skemmtilegt og já, jólin byrjuðu nú hérna út í 28. og 9. nóvember með jólatrénu sem var sett niður og kveikt á því. Og sumir eru nú farnir að skreyta löngu fyrir þann tíma náttúrulega og gera það mjög vel og mikið sumir. Þannig að húsin var að sjá, sko. Af því að við erum að tala mat og matarhefðir og þú ætlar þér kannski að fá þér eitt rauðvínsglas og svona sleppa malt og appelsínu. En svona þessi spurning þegar er verið að blanda malt og appelsín, hvort setur þú á undan appelsínið eða maltið? Þetta er pólitísk spurning bara. Já, sjálfsögðu, já, en þetta liggur alveg í, sko, malt og appelsín. Já, það er þá maltið fyrst. Að sjálfsögðu hellir maður maltinu fyrst, sko. Og appelsínuna eftir og sumir tala að, sko, appelsíninu hellir á eftir til þess að fá rétta litinn á malt og appelsín, sko. En maður lætur þetta náttúrulega ekki freyða, en það gjarnan vill freyða pínlítið meira og hellir appelsínu undan. Nei, á eftir segju. En þetta er alveg regla, sko, malt og appelsín. Já, það verður annað bragð. En það eru langvían sem að þú ætlar að borða og síðan ætlar að opna 13 pakka sem að bíða því sem þú veist ekkert hvað er í. 14 verða því að skútufólkið, svissneska fólkið, það skildi eftir pínu umslag með einhverju í, ég veit ekkert hvað það er. Þannig ég er komin upp í 14, sko.
Og síðan náttúrulega slepp ég nú ekki magal og laufabrauði. Það verður pottþétt og hangikjöt náttúrulega, eitthvað pínlítið. Aðalsteinn Bergdahl, bara þakka þér fyrir komuna hingað og gleðileg jól. Þakka þér og gleðileg jól til þín og þinna.